Komið þið sæl. Við hefjum þennan fund af því að heyra hvað höfundur 73. Davíðsálm segir. Hann segir, en ég ætíð hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína, þú leiðir mig eftir ályktum þinni og síðan munt þú taka við mér í dýrð. En mín gæði eru það að vera nálægt Guði. Ég gerði Drottinn að athvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Við skulum biðja. Já, góði Guð, við þökkum þér fyrir orðið þitt. Þökkum þér fyrir það að við megum þjóna kirkjunni þinni. Þökkum þér fyrir það að við getum öll lagt fram eitthvað af mörkum til þess að gera kirkjuna betri, öruggari, farsælli, biðjandi, boðandi og þjónandi. Að Drottinn Guð, við felum þér þennan fund og allt okkar ráð og dáð í Jesú nafni. Amen. Aukakirkjuþing 2021 er framhaldið og þetta er 3. fundur. Ég ætla að byrja á því að tilkynna það að Guðmundur Þór Guðmundsson hefur sagt sig frá þingmennsku af því hann er farinn að vinna hjá kirkjuþingi og telur sig þá vanhæfan að vera kirkjuþingsfulltrúi. Og fyrir þeir liggur nú fyrsti dagskrárliður, það er 7. mál, tillaga til þingsályktunar stjórnskipan kirkjustjórnarinnar, síðar umræða, breytingatillaga og nefndarálit á þingskjali 14, flutt af öllum nefndum, framsögumaður er Steindór Runneberg Haraldsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt breytingatillögu. Steindór, bíða aðeins, tæknimaðurinn er ekki, ég skal láta þið vita bara þegar þú mátt byrja. Á meðan segi ykkur það eru 19 sem eru í fjarfundabúnaði á þessu kirkjuþingi, þetta er mjög óvenjulegt. Recording stopped. Má hann byrja núna? Já. Steindór Runneberg Haraldsson tekur nú til máls 7. mál. Forseti, ég flyt breytingatillögu og nefndarálit við tillögu til þingsályktunar stjórnskipan kirkjustjórnarinnar. Málið er flutt af allsherjarnefnd, fjárhagsnefnd og löggjafarnefnd og hljóðar svo tillagan. Aukakirkjuþing 2021 samþykkir að yfirstjórn þjóðkirkjunnar verði skipt upp í 2 ábyrgðarsvið sem munu starfa náið saman. Biskup Íslands gætir einingar kirkjunnar og hefur tilsjón með kristnihaldi, kenningu kirkjunnar og vígðri þjónustu og ber ábyrgð á öllu því lítur að þessari grunnþjónustu þjóðkirkjunnar ásamt viðeigandi miðlægri starfsemi og stoðþjónustu sem tengist þeirri þjónustu. Kirkjuþing kýs framkvæmdanefnd úr röðum kirkjuþingsmanna sem hefur í umboði kirkjuþings eftirlit með fjárhag og rekstri þjóðkirkjunnar og fylgir eftir ákvörðunum og áætlunum samþykktum af kirkjuþingi. Í framkvæmdanefnd skulu vera 3 nefndarmenn, 2 úr hópi óvígðra og 1 úr hópi vígðra. Varamenn skulu vera jafn margir í sömu hlutföllum. Aðal og varamenn skulu kosnir af kirkjuþingi til árs í senn. Formaður skal kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir nefndin með sér verkum. Starfrækt skal rekstrarskrifstofa þjóðkirkjunnar í umboði kirkjuþings. Framkvæmdastjóri rekstrarskrifstofu þjóðkirkjunnar ráðinn af framkvæmdanefnd í umboði kirkjuþings heyrir undir nefndina og fylgir eftir lögbundnu hlutverki kirkjuþings. Að því varðar fjárstjórn,
stefnumótun í rekstri og áætlanagerð. Rekstrarskrifstofa sinnir jafnframt allri almennri þjónustu við yfirstjórn þjóðkirkjunnar sem og við starfseiningar á ábyrgðarsviði biskup eftir því sem við á í samræmi við þau verkefni og sérfræði þekkingu sem innan vébanda skrifstofunnar. Nýtt skipulag ásamt skipuriti þjóðkirkjunnar tekur gildi 1. janúar 2022. Skipan þessari lýst í meðfylgjandi skipuriti. Ég tel að þið hafið öll skipuriti þannig að ég ekkert að lýsa því neitt sérstaklega en þar efst kirkjuþing og biskup Íslands og undir kirkjuþingi síðan framkvæmdanefnd kirkjuþingsins, framkvæmdastjóri og rekstrarskrifstofan og undir biskup Íslands grunnþjónusta og skrifstofa biskups. Nefndarálit. Hér lögð fram breytingartillaga við þingsályktunartillögu forsætisnefndar sem lögð var fram á aukakirkjuþingi í ágúst síðastliðnum. Málið var ekki afgreitt á því þingi en ákveðið að gefa því meiri tíma til að fastanefndir kirkjuþings gætu rætt nánar tillöguna og skila nefndaráliti á næsta þingfundi aukakirkjuþings. Með tillögu þessari fylgir yfirlit yfir helstu verkefni á hvoru ábyrgðarsviði. Gert ráð fyrir að frekari útfærsla á ábyrgðarsvið biskups Íslands verði unnin undir forystu biskups Íslands og að útfærsla rekstrarskrifstofu verði unnin af hálfu kirkjuþings eða þeim sem kirkjuþing tilnefni til þess. Gert ráð fyrir að frekari skilgreining á hlutverkum og verkaskiptingu verði í nánu samráði við þessa aðila. Í umræðu nefndanna var einkum lögð áhersla á að fá fram niðurstöðu hvaða leið skuli fara að því varðar framtíðar stjórnskipan þjóðkirkjunnar. Fyrr á þessu ári kom saman breiður hópur þjóðkirkjufólks sem meðal annars setti fram álit forgangsmál í starfsemi kirkjunnar. Í þeim umræðum var stjórnskipan kirkjunnar ofarlega á blaði í könnun meðal fundagesta. Var endurskoðun á stjórnskipun kirkjunnar sett í annað sæti og eftir æskulýðsmálum. Ýmis atriði komu fram megin markmiði þessu efni sem meðal annars var lýst með eftirfarandi hætti. Að efla lýðræði og stjórnsýslu, að stjórnsýsla kirkjunnar sé skýr og gagnsæ, að það sé ljóst í hvað fjármunir fara og hver ber ábyrgð á því. Samkvæmt nýjum þjóðkirkjulögum má segja að hlutverk kirkjuþings sem stjórnvalds sé verulega aukið og breytt. Þar meðal annars sérstaklega tekið fram að kirkjuþing fari með fjárstjórnarvald þjóðkirkjunnar. Því fylgir ótvíræð ábyrgð kirkjuþings á því að rekstur og fjárhagsstaða þjóðkirkjunnar sé með þeim hætti að kirkjan geti þjóna hlutverki sínu með besta mögulega hætti. Það ljóst að starfshættir kirkjuþings munu taka breytingum og að ábyrgð þess þurfi að endurspeglast í skipulagi þjóðkirkjunnar. Eins og áður segir, hefur í umræðum nefnda verið lögð megináhersla á það hvernig kirkjuþing mun fylgja eftir lögbundnu hlutverki sínu annars vegar og hins vegar hvernig biskup Íslands geti best rækt hlutverk sitt sem æðst í kennumaður þjóðkirkjunnar. Með því getur biskup einbeitt sér að einingu innan kirkjunnar og tilsjón með grunnþjónustu hennar. Sú breytingartillaga sem nefndir kirkjuþings leggja fram lítur því fyrst og fremst að því að ná fram niðurstöðu þá tvískiptingu ábyrgðar á miðlægri starfsemi þjóðkirkjunnar sem felst í nýjum þjóðkirkjulögum. Eðli málsins samkvæmt lítur þessi breytingartillaga ekki að einstökum útfærsluatriðum enda eðlilegt að gera ráð fyrir því að þau séu skilgreind frekar af viðkomandi ábyrgðaraðilum, þar að segja biskupi, að því varðar starfsemi sem undir það embætti heyrir og kirkjuþingi að því varðar lögbundið hlutverk þess. Og skipulagið, meðfylgjandi yfirlit yfir skipulag og verkefni sem ætlað að sýna þá skiptingu sem ábyrgðar
skiptingu ábyrgðar sem tillagan felur í sér. Það skipurit sem fylgir tillögunni greinir í meginatriðum helstu verkefni á hvoru ábyrgðarsviði. Frekari útfærsla þarf að eiga sér stað með þátttöku þeirra sem bera ábyrgð á hvoru sviði. Þau markmið sem lögð voru fram í upphaflegri tillögu eru enn í fullu gildi en þau miða einkum að því að stjórnsýsla kirkjunnar einkennist að eftirfarandi meginatriðum. Fyrsta, einföld, hagkvæm og skilvirk stjórnsýsla sem nálæg grasrótinni og þess gætt að leggja áherslu á valddreifingu umfram miðstýringu. Í öðru lagi, aukið lýðræði sem byggir á því að yfirstjórn kirkjunnar sé valin af breiðum hópi þjóðkirkjufólks og gæta þess að innan þjóðkirkjunnar verði viðhafðir lýðræðislegir stjórnarhættir. Í þriðja lagi, traust fjármál og rekstur sem miðar að því að þeir fjármunir sem fyrir hendi séu nýtist vel og að ekki verði eytt efni fram í rekstri og þjónustu. Og í fjórða lagi, á sama tíma verði stöðugt unnið að því markmiði að halda því þjónustustigi og starfi sem nauðsynlegt til þess að tryggja sterka stöðu kirkjunnar í samfélaginu til framtíðar. Allt ágætt, ég er Það fyrirkomulag Vinsamlega setið á þögn. Það heyrist í bakgrunni hjá einhverjum. ég held bara þá áfram. Það fyrirkomulag sem hér er lagt upp með byggir á nánu innbyrðis samstarfi allra þeirra sem koma að ábyrgð á miðlægri starfsemi þjóðkirkju. Það samstarf byggir á skýrum hlutverkum með skýru umboði út frá sameiginlegum markmiðum sem skapar grundvöll þess að kirkjan geti nýtt krafta sína til þess að takast á við áskoranir nútíðar og framtíðar. Einstækir liðir tillögunnar. Í fyrsta lagi er lagt til að ábyrgð á starfsemi þjóðkirkjunnar sé skipt á milli kirkjuþings annars vegar og biskups Íslands hins vegar. Báðir þessir aðilar starfa að því sameiginlega markmiði að tryggja styrk og velgengni þjóðkirkjunnar og að hún geti rækt hlutverk sitt með besta mögulega hætti. Sú uppskipting sem hér ræðir byggir á því að hvorugur aðili geti gegnt hlutverki sínu án hins og því er náið samstarf nauðsynlegt. Til þess að fylgja eftir hlutverki kirkjuþings er lagt til að kosin verði sérstök framkvæmdanefnd úr röðum kirkjuþingsmanna sem gegnir því hlutverki að fylgja eftir ákvörðunum og áætlunum kirkjuþings og hafa eftirlit með því að allir þættir starfseminnar séu í samræmi við markmið og áætlunir. Hún skal jafnframt vera til stuðnings stjórnendum kirkjunnar og tryggja að skýrt umboð fylgi ákvörðunum. Í tillögunni er gert ráð fyrir að framkvæmdanefnd verði kosin af kirkjuþingi. Gert er ráð fyrir að nefndarmenn verði kosnir til 1 árs í senn og í nefndinni sitji 3 nefndarmenn. Formaður verði kosin sérstaklega sem og varaformaður og meðstjórnandi. Gert er ráð fyrir að kjósa 3 varamenn. Tillagan gerir ráð fyrir því að frekari skilgreining verkefna og ábyrgða á hvoru ábyrgðasviði fyrir sig verði útfærð nánar af þeim sem ábyrgð bera á starfseminni. Lagt er til að breytingarnar taki gildi 1. janúar 2022. Séra Arna Grétarsdóttir sat hjá við atkvæðagreiðsluna en aðrir nefndarmenn í öllum nefndum þingsins samþykktu tillöguna. Ég hef lokið máli mínu. Þá er orðið laust 7. mál. Er einhver sem vill taka til máls? Svana Helen Björnsdóttir tekur til máls. Forseti, þetta mál hefur nú verið rætt
í allt þetta ár og alla nefndir hafa fundað það og þetta lagt fram eftir umræðu í öllum nefndum. Í fjárhagsnefnd var rætt þessa framkvæmda nefnd og menn höfðu svona efasemdir það að rétt væri að nefndin væri öll skipuð til 1 árs og það væri réttar að skipa fólk til 2 ára vegna þess að þegar menn eiga að bera ábyrgð á rekstri að þá geta menn kannski komist hjá því að horfast í augu við þann rekstur sem þeir hafa borið ábyrgð á ef þeir eru ekki yfir 2 tímabil. Ég bjóst við því að það væri búið að breyta þessu að þetta væri þá 2 ár. Af hverju er þetta 1 ár? Spyr ég, er ekki réttar að hafa það 2 ár? Orðið er laust. Biskup Íslands Agnes Sigurðardóttir tekur til máls. Forseti, þakka fyrir að hafa fengið að sitja fund löggjafarnefndar hér á dögunum og sá þar áður en ég fór inn á þann fund að þessi tillaga er tekið nauðsynlegum breytingum. Þetta er allt skref í ákveða átt og menn hafa notað tíman vel greinilega til þess að vinna frá því síðasti fundur var haldinn 27. ágúst. Og það hefur verið gerðar ýmsar breytingar sem ég tel séu til bóta til þess að þetta virki nú allt eins og ég segi nú oft í raunveruleikanum. Það á eftir að útfæra ýmislegt eins og framkemur í greinargerðinni og það verður gert í framhaldinu geri ég fastlega ráð fyrir verði til að hann samþykkt hér og þá vil ég leggja áherslu á það að ég tel mikilvægt að þessi hlusta á það starfsfólk sem hefur unnið við á biskupsstofu í málaflokkunum. Þannig að sem besta mögulega útkoma verði af þessu öllu. Svo vona ég bara að þetta verði allt til blessunar og hjálpar og þannig að við gerum kirkjuna okkar betur og sterkari og stefnum öll í sömu átt. Ekki margar áttir, heldur eina átt eins og við höfum nú verið að reyna að gera alltaf hreint. Ég vil semst takka ykkur fyrir að hafa unnið þessa vinnu á milli funda. Takk fyrir. Hafa fleiri hvatt sér hljóðs? Hreinn Hákonarson tekur til máls. Forseti, ég ætla bara að lýsa ánægju minni með málalok að allar nefndir þingsins hafa greitt þessu atkvæði og ég sitt í fjárhagsnefnd og við fórum mjög vel yfir þetta mál og vorum ánægð með þær breytingatillögur sem höfðu komið fram og skila sér í þessari tillögu hér. Því að kjarni málsins er náttúrulega, það er samvinna. Samvinna allra sem koma að málum kirkjunar og það er lögð áhersla á það í greinargerðinni. Samvinna og að menn séu algjörlega með þá hreinu að hvert er þeirra umboð og hver er þeirra ábyrgð til þess að þjóna kirkjunni sem best. Til þess að þjóna söfnuðunum vítt og breytt landið. Og við vonum það auðvitað að útfærslan af þessari tillögu, hún verði skynsamleg og góð og allir leggist á eitt það að allt fari vel, eins vel og hægt er og sér í lagi núna þegar við horfum á næstu árum kannski til fjárhagslegra þrenginga. Takk fyrir. Til máls tekur Guðbjörg Arnardóttir. Já, forseti, ég vil þakka biskupi fyrir hennar orð
og taka undir hvatningu hennar til samtals að þegar þessi vinna verður áfram unnin að við tölum saman og brýnum okkur í því að tala saman sem mest. Halda samtalinu opnu, ekki ákveða að hlutirnir eigi að vera svona og svona án þess að hafa þá eins mikið samráð og mögulegt er. Og Hreinn kom einmitt inn á þetta og ég tek undir það. Ég fagna þessari tillögu og enn og aftur við verðum að vanda okkur við að tala saman, leita ráðgjafar hvert hjá öðru, sýna hvert öðru trúnað og vinna þetta vel og vandlega. Fara ofan í saumana á öllu, hver á að gera hvað og hvernig er það gert. Takk fyrir. Hafa fleiri hvatt sér hljóðs? Arna Gretarsdóttir tekur til máls. Já, Fyrirgefðu Drífa, ég er bæði búin að rétta upp hönd í tölvunni og sjálfur, hefur ekkert séð. Nei, ég sá bara Guðbjörgu, en þá er það bara Arna Gretarsdóttir og síðan Gísli Gunnarsson. Okay. Skrifið á tjattið eða spjallar á sinna. Já, forseti. Mér langaði bara aðeins til þess að gera grein fyrir því hvers vegna ég ákvað að sitja hjá. Það er ekki vegna þess að tillagan hafi ekki tekið þeim breytingum til batnaðar eins og við sjáum sjálfsagt flest, heldur vegna þess að þetta er svo allt annað mál heldur að lagt fyrir. Það er svo óbúslega mikil breyting á því sem er góð, sem þýðir það að þessi breytingatillaga sem við erum að fjalla núna hefur ekki farið í kynningu. Og já, þannig að þetta er svona, ég ákvað að vera þessi prinsip manneskja þegar kemur að þessu og vildi heldur ekki vera á mótinu vegna þess að ég tel þessar breytingar sem hafa orðið á upphaflegu tillögunni séu virkilega til góðs. Og ég tek undir það hjá þeim öðrum sem hafa talað að ég vona að þetta verði til blessunar og til þess að auka samstarf og samtal og virðingu innan kirkjunnar. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson. Já, forseti, ég er nú ekki sammála því að þetta sé allt annað mál. Þetta er náttúrulega sama málið og það er búið að taka tillit til þeirra umsagna og athugasemda sem komið fram hjá mörgum okkar á kirkjuþinginu. Þannig að ég vil eins og aðri lýsa bara ánægju minni með það að það hefur náðst sátt málið og það er bara mjög gott og auðvitað þurfum við að ræða saman og eins og við hefum nú yfirleitt gert og til þess að okkur farnist vel. Hins vegar vil ég aðeins nefna það sem Svanaheilen var líka að tala og við töluðum í fjárhagsnefndinni. Þetta að allir væru kosnir til eins árs. Það er spurning, auðvitað er hægt að kjósa svo sömu menn aftur til eins árs, en það er svona spurning hvernig þetta myndi fungera ef það myndi allir hætta á hverju ári. Þá held ég að náist ekki svona ákveðin samfella og ábyrgð sem þarf að vera. Þannig að ég vil bara svona velta því upp hvort það væri eðlilegra að þetta væri kannski til 2 ára eða kæmi inn eitthvað það að gengi ekki allir út í einu. Þetta er svona aðeins, ég held þetta sé dálítið knappu tími því að það tekur bara tíma líka að setjast inn í fjármál kirkjunnar fyrir þá sem ekki hafa verið að garfi þessu töluvert mikið og auðvitað meira en fjármál, kirkjan náttúrulega og þessi nefnd mun fjalla meira en peninga. Þannig að ég myndi nú leggja til að við þyrftum kannski að skoða þetta, hvort þetta 1 ár var ekki frekar knappu tími. Aðeins út af þessu að þá tel ég að það sé, við getum náttúrulega ekki breytt málinu núna, en það er hægt að taka það upp á þinginu í haust. Að þetta verði þá samþykkt eins og þetta lítur út núna en hafa þetta í huga sem menn hafa verið að tala En til máls tekur Guðlaugur Óskarsson.
en með þínum síðustu orðum þá eiginlega sagði þú það sem ég ætlaði að segja. Ég ætlaði að taka undir með Svönu Helenu að hafa þetta frekar 2 ár og í rauninni eftir að hún sagði það þá fór ég að velta fyrir mig hvort það ætti að vera 2 eða 4, hvort það ætti að vera kjörtímabili, en þú sagðir að það mætti og það yrði þá lagað eða endurskoðað á nýju þingi sem verður hefst 24. október. Þannig að það var bara þetta sem ég ætlaði að segja og lýsa svo ánægju minni að hafa þá tilfinningunni núna að sjá til lands í þessu, þannig að skipshöfnin geti þá farið að vinna saman. Takk. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson. Forseti og getur þingfulltrúar, langar nú aðeins bara að taka undir orð sem að hér hafa komið fram frá fleirum heldur en félögum mínum í fjárhagsnefndinni varðandi þetta eina ár, en skil vel á þessu stigi og til þess að vera ekki að rugga neinu að þá látum við þetta standa eins og þetta kemur fram í tillögunni, en höfum það svo í huga þegar haustar meira að taka umræðu það hvort að 2 árin sé ekki heppilegri. Við ræddum þetta svolítið eins og kom fram hjá Gísla Gunnis inni áðan og svona Helena í fjárhagsnefndinni. Þar voru menn almennt á því að sérstaklega því að fjármálin eru nú ekki endilega það einfaldasta, að það væru 2 ár væru kannski sér heppilegra, en við skulum halda og ég vil taka undir með fleirum og fagna sérstaklega orðum biskups hér áðan varðandi samstöðuna og samtalið. Þetta er afar mikilvægt. Við erum á svo miklum tímamótum að við megum ekki við því að vera eða kröftum okkar í margar áttir, þannig að við skulum halda þessu áfram, ræðum okkur niður á niðurstöður og reynum að komast að því besta, en verum ekki að leiða hugan að því að við höfum í eitt skipti fyrir öll fundið þeir fullkomna, því að það er alveg ábyggilegt að það er eitthvað sem má betur fara og við verðum bara viðbúin því þegar að því kemur og gerum þær breytingar sem til þarf. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og tekur þá frumælandi til máls. Steindór Runeberg Haraldsson, gjör svo vel. Þakka þér fyrir Drífa og ykkur sem hafa tjáð ykkur. Þakka ykkur fyrir ykkar orð og svo virðist sem að það sé komin breið sátt þetta mál sem afar mikilvægt fyrir okkur. Þakka biskupi hennar orð og gott að fá hann inn á fundinn og að hafa ekki annað en það er eina sem hafi verið rætt hér þetta eina ár. Ég ætla ekki að fara út í umræður það núna, en það leit nú út fyrir svona að það væri langmestur hluti fólksins á þessu eina ári, vegna þess að ef að það liggur alveg fyrir að þetta hin almenna venja í íslensku samfélagi þegar að kjósa svona stjórnir, það kosið til árs, bæði veitir það aðhald og ef allir eru ánægðir með þann sem kosin þá það auðvitað kosið aftur. Fólk gerir sér alveg grein fyrir því að það tekur nokkur ár að komast inn í mál svo almennilega sé, það er alveg ljóst. Þess vegna er ekki verið að skipta út fólki bara til að skipta því út. En ef að fólk bara hættir svo eftir árið, þá er eins gott að hætti, þá það ekki að fullum áhuga í þessu. Og það er ekkert gott að hafa fólk í starfi sem þar ekki að fullum áhuga. Og þess vegna held ég að það eru fleiri en ein hlið á þessu. Ég tel að það eigi að vera, það sé alls ekki gott að kjósa fólk til margra ára, 2 ára væri mér alveg sama. Við skulum líka gera okkur grein fyrir því að við erum ekki að kjósa stjórnsýslunefnd. Það má alveg ekki, þetta raunverulega svo nefnd sem á að fylgja eftir ákvörðunum kirkjuþingsins og vera vera farvegur fyrir ákvarðanir kirkjuþingsins til þeirra sem fara með daglega stjórn og ekki síður
að taka við upplýsingum frá framkvæmdastjóra og þeim sem að fara með daglega stjórn í þjóðkirkjunni til þess að veita þeim upplýsingum inn til kirkjuþingsins. Þetta er ekki síður mikilvægt. Þannig að þetta er svona, við erum ekki að fara að kjósa nýtt kirkjuráð eða stjórnsýsluapparat, heldur þetta svona nefnd, þó hún heitir framkvæmdanefnd. Ég get alveg sætt mig með framkvæmdanefnd eins og margir vegna sem hún að framkvæma vilja kirkjuþingsins. Ég tek fullan nótis af orðum biskups hér áðan að leita til þess fólks sem að hefur reynsluna. Auðvitað er það alveg augljóst að við eigum að nota allan þann mannauð sem að við höfum og hann er mikill í kirkjunni. Það er mikill mannauður í kirkjunni og eins undir orð ykkar fleiri sem að hafa Guðbjörgar og fleiri tala það að við eigum að vinna í náið saman og treysta okkur og öðru eins og mögulegt er. Og líka nota þetta tækifæri til þess að reyna að breyta okkar menningu í því. Og tek það alveg til mín eins og til annara. Ég hlakka bara til framtíðarinnar og þakka ykkur fyrir að þetta mál er í höfn eins og það er. Að vinnan sem er framundan er auðvitað starfsreglur þessi mál og að kjósa þessar nefnd þegar því kemur. Það er verið að vinna að erindisbréfi sem að kemur tillaga væntanlega í haust að erindisbréfi fyrir nefndina og þar getum við rætt það. En ég þakka bara fyrir mig og legg þetta í hendur forseta þingsins. Þá er umræðu lokið og gengið verður til atkvæða. Þeir sem geta samþykkt málið eins og það lítur út, gjöru svo vel að gefa merki. Er einhver á móti? Situr Arna Gretarsdóttir hjá? Takk. Þá er 7. mál samþykkt með einni hjásittu. Og mig langar líka bara að taka undir þakklæti til þingnefndana, hvað þeir hafa unnið þetta mál vel og við skulum vera komin að sameiginlegri niðurstöðu öll. Það skiptir alveg ofboðslega miklu máli og ég vil líka taka undir orð biskups hérna áðan. Við eigum að vinna saman og auðvitað erum við ekki alltaf sammála, en það er alltaf hægt að ræða sig niður á góða niðurstöðu ef vilji er fyrir hendi. Þannig ég bara segi takk fyrir þetta og við munum halda áfram að reyna að vinna eins vel og við getum fyrir kirkjun okkar. Þá er komið að 9. máli. Það er tillaga til þingsályktun skipun starfshóps til tillögu gerðar áframhaldandi gildi starfsreglna kirkjuþings, það er þingskjali 15 og það er flutt af forsætisnefnd og framsögumaður er Anna Guðrún Sigmundsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar skipun starfshóps til tillögu gerðar áframhaldandi gildandi starfsreglna kirkjuþings. Aukakirkjuþing 2021 ályktar að skipa starfshóp 3 kirkjuþingsfulltrúa til að fara við gildandi starfsreglu kirkjuþings og leggja mat á hvaða starfsreglu skuli halda gildi sínu áfram. Enn fremur fari starfshópurinn yfir það hvaða starfsreglu skuli tekna til endurskoðunar og hvort gildistími þeirra skuli framlengdur tímabundið fram á árið 2022 svo tími gefist til þeirrar endurskoðunar. Starfshópurinn vinni tillögur að starfsreglum samkvæmt framhaldsgráðu og leggi fram á kirkjuþingi 2021-2022 eigi síðar en í nóvembermánuði 2021. Starfshópurinn fari einnig yfir þær réttarheimildir sem féllu brott samkvæmt 13. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021 við gildistöku þeirra þann 1. júlí 2021 og geri tillögu til kirkjuþings 2021-2022 hvort og þá hvaða af efni þeirra skuli tekið upp í starfsreglur kirkjuþings. Greinagerðin fylgir með þessu fyrir að sleppa að lesa fyrstu málsgreinina því hún er eiginlega bara orðrétt eins og tillagan. Ljóst má telja að ýmsar starfsreglur þurfa að öðlast áframhaldandi gildi eðli málsins samkvæmt. Aðra starfsreglu kann að gilda öðru máli.
Þykir í því sambandi rétt að kanna verði hvort framlengja megi gildistíma fram á mitt ár 2022 að lágmarki, svo tími gefist til að kanna vandlega hvort skipa þurfi máli með sama hætti sem greinir í þeim starfsreglum eða annan veg setja. Þá er sömuleiðis lagt til að fari verði yfir allar þær réttarheimildir sem margar eru fornar og sem felldar voru brott með ákvæðum framangreinda 13. greina laga og afstæða tekin til þeirra hvort áfram verði viðhaldið þeirri skipan mála sem þær mæla fyrir að hluta eða öllu leyti. Með starfshópnum starfi sérfróðir aðilar framangreind málefni og aðstoði starfshópnum við störf sín. Með þessu máli fylgir kostnaðaráætlun, gert ráð fyrir að það sé fundað það bil 10 sinnum og kostnaðar verði 554.330 krónur. Lagt til að máli fari í eina umræðu. Það er lagt til að máli fari í eina umræðu. Er eitthvað sem að mótmælir því? Það er samþykkt, þannig að þá gef ég orði laust 9. mál. Eitthvað sem vil taka til máls? Það er Arna Gretarsdóttir, tekur til máls. Já, forseti. Þetta er mjög góð tillaga og þörf. Mér langar bara til þess að benda á, og þessi hópur sem í þá kosin mjög stefnumótandi fyrir framhaldið. Þannig að þetta er ofboðslega mikilvægt að það sé vandað til verka og þessi mikið samráð við alla nefndir kirkjuþings, myndi ég halda. Vegna þess að fara yfir alla starfsreglunar, starfsreglurnar í dag eru stefnumótandi fyrir það hvernig við ætlum að starfa og fara yfir alla starfsreglur og ákveða hvað á að halda sér og hvað ekki mikið ábyrgðar hlutverk og stefnumótandi hlutverk og við erum í miðri á í stefnumótun og eitthvað komið út úr því og annað enn í vinnslu. Þannig að ég myndi kannski bara vilja árétta það svona að þessi hópur sem kosin í þetta já, reyndi allavega eftir megni að vera í eins miklu samstarfi við nefndir kirkjuþings eins og hægt er. Takk. Hafa fleiri hvatt sér hljóðs? Ég skrifa... Já, Steindór Haraldsson tekur til máls. Já, forseti, ég tek undir þetta með Örnur, þetta svipað ég ætla að segja. Ég hefur enga ástæðs að ætla annað en að þetta verði bara í fínasta lagi, en það fyrst og fremst náttúrulega, ef ég skildi rétt, það starfsreglur sem falla úr gildum áramót sem verður að fara að vinna að. Og að koma þá með tillögu að þær haldi sér sem ekki hægt að breyta. Við getum ekki látið starfsreglur detta úr gildi. Við þurfum að gera eitthvað í því. Og svo það þannig að auðvitað kalla þetta sem við höfum samþykkja áðan á heilmikla vinnu framundan og það bara áframhaldandi vinna í þessu einstaka máli. Það að semja sérstakar starfsreglur sem ég sagði áðan, þetta 7. mál. Allt svo að leggur sig. Og þetta það rétt sem kemur fram í Örnu að starfsreglur eru mjög stefnumótandi og þær komu auðvitað til umræðu alltaf í nefndum og svona og þess vegna held ég að það væri heillavænlegt að nefndir fylgdust vel með. Ég ætla bara að taka undir þetta. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið og gengi verður til atkvæða. Þeir sem geta samþykkt 9. mál, gjör svo vel að gefa merki. Einhver á móti? Einhverjir sem sitja hjá, það rétt að kalla eftir því, það ekki. Þannig að þetta 9. mál samþykkt. Og þá forsætisnefnd með tilnefning forsætisnefndar í þennan starfshóp og það Anný Ingimarsdóttir, Bryndís Malla Elídóttir og Stefán Magnússon og þetta sama fólki og var í frumvarpsnefndinni. Þannig þetta það sem að forsætisnefnd hefur ákveðið að setja
í þetta og þau hafa samþykkt að taka þetta að sér. Og þá erum við bara komin að lokum þessara fundar. Og það er best að ég slíti þá fundinum áður en Agnes veitir okkur blessun. En ég vil bara þakka, Axel, viltu þú? Nei, þetta er tilnefning forsætisnefndar og hún bara gildir. Þannig það þarf ekki að kjósa í þetta. Það er bara þegar starfshópurinn verður kosin. En ég vil þá bara þakka ykkur fyrir góðan fund, þakka þingfulltrúum fyrir afskaplega góða vinnu, starfsmenni Biskupsstofu fyrir alla þá hjálp og þjónustu sem þau veita okkur og óska ykkur öllum velfarnaðar, þeim sem eigum langan veg að fara heim og hinir sem eru heima hjá sér að þeim líði bara vel og þetta sýnir hvað við getum gert með fjarfundabúnaði. Þetta skiptir heilmiklu máli og nefndirnar hafa notað hann mjög mikið. En að lokum þá vil ég bara segja þessu auka kirkjuþingi lokið. Næsta kirkjuþing verður sett 23. október og það er þingi 2021-2022. Þessu auka kirkjuþingi 2021 er hér með slitið og tekur nú biskupinn okkar og Agnes til máls og fer með kveðju bæn til okkar. Gjör svo vel, Agnes. Er þetta mikrofóninn eða? Já. Fastur. Þið sjáu þetta hérna, er þetta, sjá þeir sem eru á skjánum þetta líka? Já, það er ekki hérna. Þetta er ekki þannig að þau sjáu. Sjáum ekki. Er nokkuð laus mikrofónn í það? Nei. Ég vil ekki með þetta útbrendað, þannig að ég þarf að vera með augu í nakkanum. En Við heyrum ágætt við hérna, Agnes. Já, það er ekki vanlið. Þetta er allt fast. Já, ég veit það. En allavega þá hérna skulum við byrja á því að signa okkur og segja nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Svo lesum við þetta feitletraða saman. Ég legs indregið og þið útdregið. Drottin Guð minn, ég vil þakka þér að eilífu. Drottin, til himnanna er miskunn þín, til skýjanna trúfesti þín. Mönnum og skepnum hjálpar þú drottin. Þessi dýrmætt, miskunn þín og Guð, mannanna kvöld, veita hælis í skugga vængja þín. Þú segðjast að feiti hús þíns og þú lætur þau drekka úr lækjum unnað semda þinna. Drottin Guð minn, ég vil þakka þér að eilífu. Svo sem var í upphafi er og verður aldir alda. Amen. Drottin Guð minn, ég vil þakka þér að eilífu. Á vegu friðar, hamingju og blessunar leiðu okkur almáttugur Guð og heilagur engill Guðs fylgi okkur. Amen. Drottin Guð, þökkum þér fyrir þennan fund sem við höfum átt saman hér á kirkjuþingi í dag. Gef ávöxt þess sem sáð var til að þínum vilja. Þú sem leiddir Abraham og Söru á ferð þeirra og lést börn Ísraels ganga þurrum fótum gegnum hafið og stjörnuvísa vitringunum vega í jötunni, við biðjum þig. Gef okkur öllum góða ferð heim, veit okkur fylgd engla þinn á leið okkar, að því takmarki sem þú hefur sett okkur og síðir heima ströndu eilífs hjálpræðis. Þess biðjum við þig í Jesú nafni. Amen. Amen. Engill drottins leiði þig á öllum vegum þínum. Amen. Eða svo að reyna að syngja söngusett með sanni þó það sé nú sennilega aðeins andartaki og eftir hjá ykkur sem eru á skjánum, er það ekki? Ég held að sé betra. Songus ertu með sanni, sonur Guðs Jesús minn. Songus syndu manni,
Syni Guðs syngi glaður, sér hver lifandi maður, heiður í hvert eitt sinn. Farið í friði og þjóni drottni með gleði. Blessun Guðs, Föður og Sonar og heilags anda sé með okkur öllum. Amen. Amen. Þá segi ég bara bless við ykkur öll. Verði blessað. Takk fyrir. Og blessaður. Við sjáum